Komið sæl og velkomin í eitt og annað. Eins og glöggir áhorfendur hafa eflaust tekið eftir þá er ég í skógi og við ætlum einmitt í þessum þætti að fjalla eitt og annað úr skóginum. Við erum hérna í Kjarnaskógi á Akureyri. Við vorum það líka í uppskriftargóðum degi, þá að vetrarlagi, en skógurinn hann er paradís jafnt að sumri sem vetri. Gróðursetningin hófst einhvern tímann ekkert löngu eftir stríð og það var mjög mikið svona almenningur í bænum, félög, kallakórinn og hinir þessi sem tók að sér svæði og gróðursettu og börn á unglingsaldri og jafnvel grunnskólaaldri og svo gróðursetja. Svo þegar skógurinn fór að vaxa svolítið upp þá fór menn að hugsa hvernig var að nota þennan skóg. Og þá var hérna framkvæmdastjóri Hallgrímur Indriðason sem er skógfræðingur og lærði í Noregi. Og hann er líka skíðagöngumaður og það voru fleiri skíðagöngumenn á Akureyri sem litu hýr og auga til skógarins sem svona útivistarsvæðis þar sem væri hægt að leggja svona skíðagöngubraut eins og er í Noregi. Þó að trén væri ekki há þá sáum við fyrir sér einhverjum svona skógarmenningu og vildu ganga hérna í skjóli á gönguskíðum og það var í rauninni kveikjan að því að þessi stígur sem við erum á núna, aðaltrinnbrautin, var lagður. Þessar hugmyndir komið hérna upp úr 70, ætla ekki verið 74 cirka sem var byrjað að leggja þetta og margir vita það ekki. Þetta var í rauninni skíðagöngubraut, hugsuðu fyrst. Já. Og þetta var áður en fólk fór að skokka. Já. Skokkbylgjan kom ekkert fyrir en var það ekki í kringum 80, jogging. Jú, einmitt. Jogginggallarnir og allt þetta. Akkurát. En þarna á undan vorum við að hugsa um þetta sem skíðagöngubraut og það hefur hún verið allan tíð. Menn fór að tróða hérna spor þegar var snjór á veturna og síðan kemur þetta svona bara stig af stigi. Menn fara að hugsa um þetta sem göngu og hlaupa braut líka. Já, þannig að þegar snjórinn kemur hérna þá kemur skíðagöngubrautin, þá er tróðið fyrir henni. Og fólk fer fljótlega, eða bara strax úr snjóa, þá fór fólk að hafa sambandi við skógfélagið og spyrja hvenær verður tróðið. Já. En það er náttúrulega ekki hægt að tróða fyrir það er komið svolítið, þeir tala um það sem sóla, það verður komið svolítið til sóli, svo að tróðarinn fari ekki bara niður og í mölina. Já, einmitt. Þannig að það þarf svolítið snjó og hann höfum við ekki fengið nema eitthvað smá snert á honum núna fyrir í haust, en síðan hefur bara verið snjólaust. Já. Þannig að Kjarnaskógur, þetta er ekki síður paradís á veturnar? Allt árið, sko. Við getum ímyndað okkur, hér voru bara tún og mýrar og einhver engi áður en skógræktin hófst. Hingað kom enginn. Inn í skóginn er þetta að koma öllum árstímum. Eins og kjörorð félagsins eru, sko. Kjarnaskógur, alltaf logn. Sé nokkuð viltir eða? Við þarfum að gruna það. Fyrir að leiðin tilbaka. Spurning hvort þetta maður ekki það. Skógar er ekki bara fallegir og nauðsynlegir fyrir náttúruna og lífríki á jörðinni, heldur líka til margs nýtilegir. Við ætlum að kíkja í Fljótsdalinn fyrir austan. Þar er verið að nýta allt úr skóginum. Það byrjaði náttúrulega á því að við eigum aðra jörð hérna í Fellanum sem heitir Rafskerið og þar er búið að vera skógrækt síðan 1934 og ég er fjórða kynslóð skógarbónda í raun og veru í fjölskyldunni og það byrjaði þannig að við vorum að gresja og renndum í reit sem var að gresja fyrir mörgum árum síðan og allt timbrið lá þar ennþá. Og þarna sá ég að það var bara fullt af verðmætum sem hefðu legið þarna og fannst alveg synd að koma þess ekki í einhverja spýtur eða eitthvað sem væri hægt að byggja að gera eitthvað úrskilu. Þannig byrjaði þessi vitleysa og við erum með skógarafurði, við erum að vinna úr skóginum, við erum með allt úr skóginum. Þar sem það eru könglar eða skreitmunir eða börkur eða timbur eða sag eða hvað það er, þetta kemur allt úr skóginum.
Í Fljótsdal á Héraði fjölskyldufyrirtæki Skógarafurðir en það var stofnað árið 2014 og hefur vaxið hratt af þeim stutta tíma sem það hefur verið í rekstri. Í janúar 2015 hófust framkvæmdir á Ytri Víðivöllum 2. Og þá byrjum við hérna bara með þetta sem gamalt fjárhús, fullt af rulli og drasli og byrjum bara að móka hérna út og vissum í raun og veru ekkert hvað við ætluðum nema, við vorum búin að ákveða nokkra vélar sem við ætluðum að vera með hérna og byggðum húsin í kringu það. Og strax í upphafi þá var þetta bara miklu stærra heldur en við ætluðum að vera með þetta og svo bara vex þetta vex sko. Nú er þetta bara orðið risa batteri. Við snérum okkur mest inn á innanhúsefni, panel, parkett og við erum í pallaefni líka og klæðningum, útiklæðningum og eitthvað svoleiðis sko. En við reyndum svona strax að stýra okkur út af markaðinu þessi skógræktinir og bara inn á okkar eigin markað þar sem engin annar er og þannig raun og veru myndum við okkar sérstöðu í því sko, við mest að framleiða panel. Við vinnum úr bændaskógum, það var hugmyndi frá upphafi að sinna skógarbændum. Því að skógræktin sér sig sjálf og að vinna úr þjóðskógunum en skógarbændur hafa átt erfitt með að losna við efni í minni slöttum og þannig byrjaði þetta sko líka hugmynd sko að koma þessu í gagni með því að skógarbændur geti selt efnið í minni skömmtum og geti gengið okkur vísum að kaupa efnið. Þannig og það er raun og veru fyrst núna sem að við erum farin að færa okkur upp á skaftið og fara að óska eftir efni. Við erum búin að vera að vinna úr okkar eigin skógi núna og búin að vera að kaupa efni hérna á skógarbænda í Geitagerði. Við höfum verið að vinna, þetta er raun og veru fyrstu skóganar úr Fljótsdalsárvöllum sem við erum að vinna úr núna, sem eru raun og veru fyrstu nytjaskóganir á landinu. Við erum bara að keyra á 10% afköstum í dag, við veitum hvað við getum gert. En eftir 8 til 10 ár þá verður endalaust framboð af timbri og af hráefni fyrir okkur. Og við erum í raun og veru bara að undirbúa okkur undir það, koma okkur upp tækjum og tólum til þess að sækja efni til skógarbændanna og vinna það og læra það sem við erum að gera, koma upp reynslu og allt þetta. Þetta er rosalega langt mikið ferli. Eftir 10 ára þá verðum við náttúrulega komið þá með markaðinn og við getum tekið á móti öllu þessu efni sem verður í boði sko. Því að það er óheyrilega mikið þegar þetta efni sem byrjaði að gróðursetja 91 þegar fjórðungsverkefnin fór á stað að sá skógur er að verða tilbúinn og það er það sem við erum að búa okkur undir. Er eitthvað annað svona fyrirtæki á landinu? Raun og veru ekki. Ég veit nokkra skógarbænda sem eru svona dunda en ekki svona massív framleiðsla. Við erum með 3 starfsmenn allt árið og við erum með verktaka líka hérna út í skógi. Okkur vantar raun og veru meiri mannskap en við verðum bara að vara hægt og koma starfstöðunum í gang og vinna okkur upp. Það er erfitt að koma upp svona verkefni og dýrt. Mjög margar milljónir sem eru farnar í þetta og líka það sko að skógrækt er langtíma verkefni og raun og veru þurfum við að kaupa hráefni og við þurfum helst að láta það liggja 1 ár áður við förum að vinna það. Þannig að þetta eru miklu peningar sem að liggja í einhverju timburstæðum hingað og þangað sem að þurfa að fá að bíða fyrir vinnslu. Þannig að ferlið er mjög langt og það er erfitt að komast á stað og geta bara keypt efni og geta beðið með það og svo búa til í borði og selja það. En eins og til dæmis raforkukostnaður í svona batteri? Hann er 1/3 af okkar rekstri í dag. Það er bara svoleiðis og allt of mikið. En við erum að koma okkur upp sjálfbærum kyndingu sem að við brennum úrgangi frá okkur og keyrum öll hús og alla þurrklefa og allt saman á því. Við nýtum allt sem kemur. Það er ekkert sem að fer bara í einhverja hauga eða urðun eða eitthvað svoleiðis sko. Það er allt nýtt. Og svo erum við líka að framleiða eldivið. Þannig að það er mörg horn að líta. Tæknibúnaðurinn er mikill og að nokkur leyti sérhannaður fyrir skógarafurðir. Þetta eru okkar helstu sægir og hér flettum við nánast öllu. Hér viljum við renna öllu í gegn. Þetta eru massaframleiðsluvélar og þetta eru fyrstu svona tegundar í Evrópu. Við fórum í langt ferli með framleiðendurna þessu. Þetta er stærsti framleiðandi í Asíu sem framleiði þessar vélar og þeir voru ekkert búin að hugsa sér að fara á Evrópumarkað
en ég sagði þeim að ég vildi fá svona vél. Hvað þyrfti til þess að þeir myndi fara í CE-merkingaferli og annað. Og þeir svona veltu svo lengi fyrir sér og svo buðu mér að ég myndi borga helminginn á móti þeim í CE-merkingaferlinu. Það eru $4.000 fyrir hverja vél sem við borguðum aukalega. Ég samþykkti það og þeir fóru í þetta og þá fórum við í það bara að velja legur og annað slíkt sem ég vildi hafa í vélunum og raun og veru breyttir mótorum og annað. Þetta er náttúrulega allt sem þarf að koma úr Evrópu og síðan merkingaferlið felst í og síðan eru öryggisbúnaðar og annað skoðaðar og þetta er heiland ferli og það tók heilt ár fyrir okkur að ná þessu öllu saman í gegn. En það hafðist og núna eru held ég 4 eða 5 svona sett komin í Evrópu. Fólk er rosalega hrifið af lerkinu. Já, þetta er lerki. Lerki er alveg óbáslega fallegu viður. Og við erum hérna með stafaparkett úr lerki, panel úr lerki. Og svo erum við með fljótandi parkett líka. Og þetta er náttúrulega þetta er allt lifandi viður og mikil vinna raun og veru bak við þetta í raun og veru. Öspin er svolítið mjúk og lerki raun og veru líka þetta er svona milliharður viður. En í dag eru til alls konar lökk og efni til þess að herða viðinn sem að getur gert það líka að þetta verður slítsterkara. Og svo má alltaf laga öspina með ýmsum leyniatriðum á þess að þurfa að skipta út Það má laga öspina með ýmsum aðferðum, þannig að það er margt í boði. Áður en ég dettur þessu tré hérna, þá ætlum við að kíkja yfir í örstuttar auglýsingar, en ekki fara langt, við höldum áfram eftir þær. Fallega skóga má finna víðsvegar landið sem betur fer. Næst ætlum við að halda vestur í Skorradal og heyra hvað skógarvörður þarf að gera í sínu starfi. Á bænum Hvammi í Skorradal er starfsstöð Skógræktar Vesturlands. Þar koma margir við og versla kurl, eldivið, tréplanka og fleira. Við litum við á fallegum sumardegi og fengum að fræðast hvað skógarvörður Vesturlands gerir. Út af hverju er skógrækt mikilvæg? Það er að segja, ef hún er mikilvæg? Já, það eru margar góðar ástæður til að rækta skóg. Við bindum mikið kolefni með skógi. Við framleiðum timbur og skógarnir okkar hérna á Vesturlandi í dag eru farnir að búa til eða við erum farnir að nýta timbrið okkar í timbur, kurl mikið líka, eldivið. En við erum komnir með töluvert magn af nýtanlegu efni sem er hægt að búa til planka og borð og svona. Er það bara tiltölulega nýhafið eða er þetta búið að vera lengi? Já, þetta er tiltölulega nýhafið, já. Það er svona, við fengum sög hingað, ég held að það hafi verið 2007, það var þetta áður ég byrjaði og hún hefur verið notuð svona dálítið síðan. Eftir hruni kom svona pínu sprenging að fólk vildi nota íslenskt timbur og þá var nóg að gera hjá okkur hérna í að saga í pantanir. En það er svona aðeins dregið úr því núna eftir að fólk fór að hafa kannski meira á milli handana. Skógrækt á Vesturlandi, eru við rík af trjám? Já, við erum slatta. Mætti að læra meira, miklu meira. En Borgarfjörðurinn, allt svæðið, það er nú einna ríkasta svæði á landinu af íslensku birki. Þetta er einn umfangsmesti birkiskógur landsins. Þó að sé kannski ekki mikið beinn, heldur er hann beyglaður svolítið. En að birki eigum við nóg og við eigum töluverða góða skóga af barrtrjám líka. Er hérna skógarvörður, þetta er dálítið sértækt starfsheiti. Út af hvað gengur, getur lýst venjulegum degi í þínu lífi? Já, þú meinar. Það er kannski enginn dagur eins? Það er enginn dagur eins og þó maður sé búinn að plana eitthvað ákveðið yfir daginn, þá var það ekkert endilega víst að það gangi eftir. Þetta er skógarvarðarstaðan er eiginlega svona deildarstjórastaða. Ég sé alla skóga sem Skógræktin er með á sínum vegum hérna á Vesturlandi sem eru 30 talsins frá Gilsfirði og suður í Hafnarfjörð og
þannig að þetta svona dálítið stórt vinnusvæði. Og það getur komið alls konar hlutir upp og bilað eitthvað dóti eða maður þarf að skjótast eitthvað. Þannig að þá er dagurinn bara farin í einhverja vitleysu sko. Með það sem maður var kannski búinn að plana morguninn. En svona venjulegu dagur þá rölti ég hérna niður til húsinu mínu sem hérna fyrir ofan. Og tek stöðun á mannskapnum frá deginum áður og svona legg línuna fyrir daginn fyrir þau og svo fer ég niður á skrifstofuna mína sem er á Hvanneyri. Og svona gera það sem ég þarf að gera þar. Og svo fer ég mjög gjarnan út í skóg og svona tek stöðuna eins víða eins og ég get. Og ef það bílar eitthvað hjá krökkunum og svona þá þarf ég nú ofta stumri yfir því og vera alls konar reddingar. Þannig að þetta svona, þetta svolítið mikið skrifstofavinna en samt svona óbúslega fjölbreytt. Og ég kem nú í raun að öllum störfum sem að bóndi hefur á sinni jörð, nema ég bara með miklu fleiri jarðir. Þannig að ég svona bóndi á mörgu jörðum. Sjáum jörðina og tækin sem þarf til þess að rækta hana og allt það? Já, og allt og ræktunar áætlanir og að þær séu gerðar og við fáum plöntur á réttu tíma og panta plöntur 3 ár fram í tíman og svona. Þetta er alls konar. Út af hverju þessi ást á skógi? Hefurðu alltaf verið hrifin af trjám, bara alla ævi? Nei, ekki alveg. En ég ætlaði mér alltaf að verða bóndi sko. Ég vissi það bara strax þegar ég var svona rétt farin að labba, ég myndi aldrei vera svona hrifin að því að vera inni og lesa og ég var alltaf úti að leika mér og fór snemma í sveit og vildi bara vera út í náttúrunni. Eftir að ég fór í sveit þá vildi ég ekkert vera í bænum. Gæti aldrei beðið eftir að skóli var í búinn og svo ég kemist í sveitin aftur sko. Svo fór ég að vinna í skógrækt og þá var þetta bara svona óbúslega skemmtilegt. Ég hef búinn að vera í þessu síðan 1990. Og búinn að mennta mig í mastersgráðu í skógfræði og hérna svona. Þannig að maður er búinn að svona, já, ég held að maður snúi ekkert aftur úr þessu. Þú ert líka með dálítið mannaforráð bæði hér og væntanlega á einhverjum starfsstöðum á Vesturlandi, eða ekki? Við erum bara með eina starfsstöð, hún er hér. Þannig að við þjónustum allt héðan. Ég hef aðeins nýtt mér svona félagasamtök eins og til dæmis í Dalasýslu þá fékk ég Lionsklúbbinn í Búðardal til að planta fyrir mig á einni jörð sem við erum með þar og ég er svona, mér langar svolítið til að gera meira af því sko, að fá heimamenn til að hjálpa okkur. Það er alveg tvennt sem vinst með því og jafnvel meira því að þá kemur bara meira samstarf milli skógræktarinnar og heimamanna. Heimamenn komin á svæðin og þeim finnst við eiga svolítið í þeim, þannig að svona, við fáum svona meiri velvilja og við fáum svona betra umtal í sveitinni og það er svona náttúrulega þessi svæði sem eru lengri í burtu, þeim er náttúrulega sjálfsögðu minna sinnt. Það er langt að fara þangað, minna að gera en við erum svona, maður fer samt alltaf svona nokkru sinnum á ári og kíkir á þau og tékkar hvort að þau þurfi kannski ekki að fara að grisja eða planta meira og svona sko. Og við erum að reyna að dreifa kröftunum svolítið svona, við erum ekki bara hérna í Skorradalnum. Heldur það skiptir máli að tala við plöntur? Örugglega. Talar þú við þær svona mússast í þeim? Ekki mjög mikið. Ég hef svo margar plöntur að ég myndi ekki gera neitt annað alla daga nema að tala við plönturnar. en það er náttúrulega, maður hugsa náttúrulega vel um þær. Það getur verið alveg nauðsynlegt að kúpla sig öðru hverju út úr daglegu amstri og komast út í skóg. Skógar eru líka frábærir staðir til þess að koma saman og gera eitthvað skemmtilegt. Og öll dýrin í skóginum eiga jú að vera vinir. Næst ætlum við að halda í Hallormsstaðaskóg, þar sem að skógardagurinn mikli er haldinn ár hvert. Skógardagurinn mikli var haldinn á Hallormsstað nú á dögunum og þá í 14. sinn, en þeir sem standa að baki deginum eru Skógræktin, Félag skógarbænda og Félag nautgripa og sauðfjárbænda á Héraði og á Fjörðum. Fjöldi fólks var saman kominn í skóginum enda veðrið gott og margt í boði fyrir unga jafnt sem aldna. Við erum að halda skógardaginn mikla í 14. sinn. Þetta er 14. ári í röð sem við erum að halda skógardaginn og það er ýmislegt að vera. Nautgripabændur grilluðu heilt naut, það fór reyndar illa í nótt. En svo eru sauðfjárbændur, þeir eru að þeir grilla lamb
Skógarbændur eru með ketilkaffi og lummur. Síðan eru pulsur í 100-avís. Bókfimmi fyrir krakka er hérna, þau fá að skjóta boga. Það er verið að kenna tálgun. Það er verið að baka ormabrauð. Það er skógarhaugskeppni, Íslandsmeistaramóti í skógarhaugskeppni. Það er sem sé 14 kilometra skógarhlaup sem tóku 18 manns þátt í, sem er ekki það auðveldasta hlaup sem hleypur hér held á Íslandi, það skils mér. Ég hef reyndar ekki hlaupið það. Og svo er hérna auðvitað fullt að vera á sviðinu. Guðný Drífa er ein af þeim sem situr í nefnd skógardagsins og segir fyrsta fund yfirleitt haldinn fljótlega eftir skógardag þar sem farið sé yfir hvernig sá síðasti hafi gengið. Svo hittumst við reglulega svona frá nóvember, áramótum, eitthvað svoleiðis. Á hittumst við mjög reglulega. Við höfum yfirleitt tekið okkur góða pásu í maí þar sem við erum mörg að sinna sauðfjárbúskap líka. Og notumst bara mikið við tölvupósta og annað og þetta snýstum bara að koma með hugmyndir og finna fólk bæði í störf og skemmtun. En er alltaf sama nefndin sem heldur utan daginn? Við höfum nokkuð mörg sem höfum verið undanfarin ár, sem erum svona, ég veit ekki hvort við getum kallað að vera komin í áskrift að vera í nefnd. Það er svo sem með þetta eins og annað og það er oft erfitt að nýliða í svona. En jú, við erum mörg og við líka bara vinnum þetta þannig að við vitum hvað við eigum að gera og hvernig en viljum endilega fá fleiri með okkur. Tilgangur með deginum er að fá fólkið til þess að koma í skóginn og njóta vist að vera í skóginum, upplifa að smakka naut, smakka lamb. Og það er svo gaman að þessu degi að því að þetta eru 3 búgreinar, landbúnaðargreinar sem taka sig saman og halda hérna sameiginlegan dag. Bergrún segir að í kringum 1600 til 1800 manns hafi lagt leið sína á skógardaginn þetta árið en það sé sennilega næst stærsti dagurinn frá upphafi. Veðrið er þetta búið að leika við okkur. Ég þakka alltaf fyrir að það sé ekki sól á hlaupunum og það er erfitt að hlaupa í 20 stiga hita og sól. En hér er þurrt, hlýtt, bara yndislegt veður. Aðsóknin hefur verið mjög góð. Við höfum verið rosalega heppin með veður. Þetta er svona með því kaldara sem ég man eftir á skógardegi, en samt ekki þannig að það þurfa að kappklæða sig. Við höfum verið að fá svona frá 800 og upp undir 2000 gesti. Það vakti athygli okkar að ekki var verið að heilgrilla naut á staðnum eins og hefur verið síðustu ár. Okkur lék forvitni á að vita ástæðuna fyrir því og náðum í skotti á þeim Jóni Elvari og Tóta aðal grillurum svo ekki sé meira sagt. Hvað gerðist því? Við vorum bara að grilla. Já. Hægðar nautinn á grillinu? Já, það var 230 kíló skrokkur og hann var svolítið feitur, svolítið velfeitur og við vorum búin að grilla hann síðan 3. Já, 3 daginn. Já, 3 daginn. Og grilla hann í akkurat 12 klukkutíma. 12 klukkutíma. Og þá fór fitan að bráða nógu mikið, þannig að það komst eldur í hann og á bara einhverjum mínútum var nautið orðið alelda og ekkert hægt að gera. Mikið og fallegt bál. Á tímapunkti var það veldan og svo var það óverdan. Grillið svolítið sviðið. Já, það lítur ekkert ofvel út. Það má panta nýjan lími. Hvað var boðið upp á í staðið þá? Hrossakjöt. Nei, það var bara pylsum með öllu. Ég kom bara við pylsumagnið og reyndum að redda því þannig. Allar búðir á Egilsstöðum strípaðar bara. Það verður ekkert að fá pylsur á Egilsstöðum fyrir á miðvikudaginn. Já, allt fór þetta grillævintýri vel að lokum og allar líkur á að enginn hafi farið mjög svangur heim. En hver ætli sé hápunktur dagsins að mati nefndarmanna? Hápunktur dagsins? Ég held að sé í rauninni engin sérstakur hápunktur. Þetta snýst að koma bara og njóta alls dagsins. Auðvitað eins og núna þess að þú lokin á skógarhaugskeppninni og það kannski það sem mjög spennandi. En allt þetta bara mjög skemmtilegt og snýst að njóta alls sem Se me vil inte katta det
Takk fyrir. Það er því miður komið að lokum hjá okkur í þessum þætti. Ég vona að mikilvægi skóga sé ykkur orðið algjörlega ljóst eftir þetta áhorf og ættu kannski að hugsa það á ferðalögunum okkar í sumar, hvort sem það er innanlands eða utanlands, að kolefnisjafna ferðirnar okkar því að við lifum ekkert á þess að hafa þessa fallegu skóga í kringum okkur.